ég fór einu sinni með sveppa á Hellisand ég var einu sinni með sveppa á Hellisandi og Rifi og Ólafsvík Snæfellsnesinu í bara í 2 vikur eða eitthvað vorum við þarna að æfa leikrit og það var eins og að vera með Mick Jagger á Snæfellsnesi meira svona sem að vera með Mikka Mús já, ok, það er líka það þekki allir Mikka Mús sko já, nema hvað, að þú veist það var alveg sama hvort við fórum ég man við fórum í sund og það var, þú veist það var þverskurðurinn af samfélaginu og það voru allir á öllum, konur, kallar, börn á öllum aldri og við fórum í sund og það kom bara eitthvað gamall kall og bara eitthvað blessaður Sverrisson já og bara ég verði að fá að taka í spaðan að þér þakkaði fyrir bara allt sem þú hefur gert ég þarf að segja þér líka svolítið já. ég var alltaf fílaður sko og í sömu sundlagaferð var bara einhver 10 ára stelpur bara Sveppi, hvert að fara? Þetta kærastæðin, hvað að gera? Ekki fara og það var ótrúlegt ég veit ekki að það Sveppi kom lappandi hérna upp á mér var gaman að sjá hann sko. þannig fígura sko. þetta er mjög sérstætt sko. það er náttúrulega þegar ég byrjaði í barnatímanum á Stöð 2 það er svona þetta er náttúrulega byrjaði líka bara í 70 mínútum og það er allt sko að maður verður svo mikið í andlitinu á fólki og með barnatímanum þá fann ég svona mögulega einhvers konar fyrirmyndar feeling það að vera eitthvað smá fyrirmynd sko. en ég hef samt aldrei verið neitt sérstaklega góð fyrirmynd nei, ég var ræða það já, ræða það Hrifja það nei, menn þá veist ég reykti sígarettur ég var alltaf að fela mig að reykja ekstra baki húsa því að veist, ég held að vera einhverju krakkar ég vildi aldrei láta neitt sjá mig reykja samt reykti ég og fannst það ekki eðlilega gaman sko. og og sko, svo náttúrulega hætti ég því en veist, það var, ég passaði mig alveg á svona alls konar hlutum veist, ég gaf allum gaum og geri það ennþá svona eftir fremsta megni veist, stundum ég bara önnur og þá það bara þannig og þá kannski var þessi 10 ára krakki ekki jafn heppin og einhver annar í sundi eða eitthvað skilur bara ég nefndi ekki að tala við hann eða gaf hann ekki gaum eða horfði ekki augun á neinum eða eitthvað stundum líkur ótrúlega vel á mér og þá er ótrúlega gaman að hitta mig það er bara alls konar, bara dagsformið en ég er alveg meðvitaður og við strákarnir í trúðalestinni alveg meðvitaður að við erum svona ákveðna fyrirmyndir sko. og reynum það alveg svona en við erum náttúrulega líka bara vilsingar sko. þannig eins og við öll náttúrulega því náttúrulega þú veist geti þú veist, já, fylgir því kannski myndi einhver segja ákveðin ábyrgð að hafa svona þú veist, að geta vera með bara fullt af óhörnuðum framheilum og geta móta það og geta planta þar alls konar fræjum, góðum eða slæmum en allir þessir framheila sköðuðu vilsingar eiga líka foreldra sko, sem að ættu líka geta tekið í taumana ef að allir þessir framheila sköðuðu vilsingar eru farnir að tala eins og Gils til þess þá verðum við að íta því heim í foreldrahúsi